þegar einhver er í eiturlyfjum, þú elskar hann ekki með því að hjálpa honum að ná í meiri eiturlyf. En það er stefnan sumstaðar maður hefði haldið það. En það er stefnan sumstaðar núna. Hér á landi er það þannig. Já, þetta hefur verið reynt sko bæði í Portland og í Kaliforníu þar sem ég var. Í Kaliforníu svona hættu þeir að framfylgja lögunum sko. Og þá er bara fólk á götunni og drepur sig bara og er ofta glíma við alls konar andlega sjúkdóma líka. Þetta er oft fyrrverandi hermenn. Þeir eru kannski bara fótalausir úr einhverju stríði, sko, ég sá fullt aðeim alltaf niður í bæ. En þá var hugmyndin sko að ég var svona stundum að tala við fólk, er ekki best að þetta fólk sé bara sett á stofnun sem hjálpa þeim. Það er þessi sviftir frelsinu til að vera á götunni og nota eiturlyf og fá í staðinn frelsið þess að vera á stofnun og geta lækna sig. Það var ekki þá að misti, það er að breyta staðins. Það þótti bara einhver svona brjálæðisleg hugmynd frá mér. Bara svona, vegna þess að Bandaríkjamenn hugsi ekki, þeir voru með stofnanir sko, sem voru svona fyrir Reagan. Reagan myndaði bandalag með hippum og það er mjög fyndið bandalag, þetta er oft þannig, þetta eru hægri menn og Reagan er tiltölulega róttækur hægri maður. Hann myndaði bandalag með hippum. Hipparnir voru búin að sjá myndina One Flew Over the Cuckoo's Nest sem er svona andstofnana mynd. Og þegar þú sér þannig þá hugsaðu, ok, vondir geðlæknar og ég hata geðsjúkrahús. Og þetta var svona hreyfing það sem hann vildi skera niður. Og þeir slökktu á þessum almenningsspítulum. Og þetta er svona kurva, sko, að þú veist, heimilisleysi og geðsfíkn og þetta fer upp á sama tíma og spítalinn